Allavega þeir sem voru ekki hérna misst það miklu. En við ætlum að halda þess áfram með React og skoða hvernig við getum sett upp form. Og ég ætla að rigga upp hérna einu mjög einföldu formi og verkefni vikunar fyrir ykkur og fram að næsta tíma er í raun að skoða hvernig við vinnum með form í React. Það er til alveg mjög mikið af documentation það, en mæli með að byrja á React docsnum og svo skoða út frá því og já, finna einhverja leiði til þess að fá svona hvað er hægt að gera. En ég ætla alltaf að koma ykkur á stað með þetta og ég ætla að bara búa til ykkur newsform hérna, vista þetta og já, við erum með þetta þá keyrandi hérna ekki og þá erum við einhver titil og button búa til frétt. Ok, þannig að við viljum núna fá hérna, ég íta þetta og þú veist þá sjáum við hérna, ég er í raun að triggera post eins og við erum búin að sjá þegar við gerum þetta í Hono og við postum og þá tókum við því á einhverjum endapunkti. En nú erum við aftur komin á staðinn þar sem við vorum svolítið í Webfortune 1. Við viljum grípa fram fyrir hendurnar á forminu. Það er ein leið. En svo þegar við skoðum next þá er til önnur leið líka sem við ætlum að skoða í næsta tíma. En hvað þurfum við að gera þá til þess að þetta hætti að gerast og ég geti hérna einhvern veginn brugðist við og gripið inn í. Keyrt kóðan minn hér. Já, þannig að við þurfum að segja þegar að formið submittar þá þurfum við event handler á submit eventin. Þá fáum við hérna event hlutin eða eða ef eða hvað sem við kallum hann og þá getum við sagt hérna sagt brásandum að við ætlum að taka yfir og við ætlum í raun og þá segjum við hérna sjá, þannig að við fáum hérna HTML form element submit event handler og núna er hérna const on submit og þá er þetta hérna submit event handler af HTML form element svona og þá séum við nei, hérna nei, byrjum við submit event event svona þá getum við sagt hérna prevent default og þá preventar það default hæðurina sem er að submita forminu. Byrjum við, er þetta eitthvað submit event HTML form sko. React on submit form how to type, þetta er nákvæmlega hérna þetta er ok React synthetic event HTML form element einmitt ástæða fyrir ég mann því að þetta er ridiculous svona ok og þá getum við sagt hérna eitthvað klassíst on submit eitthvað en þá sjáum við hérna React name on submit og þá sjáum við hérna synthetic event það sem að React gerir er að taka yfir allt event handlingið í browsernum og gera það þannig að það er í raun fært bara alveg efst í tréð og allir eventar sem að gerast fara fyrst í gegnum React og svo fáum við þetta synthetic event til okkar. Við fáum ekki í raun alvöru browser event. Og þetta er gert eitthvað performance, eitthvað bla 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 eitthvað. Ok. Þá er spurning hérna, ok, hvað gerist við þetta? Hvernig fáum við núna þetta? Og það eru nokkra leiðir til þess að vinna með þessart form í React. Sjáum hvað hann kent sér dot sem er hérna að það er eitthvað hérna ok, ég er ekki alveg sammála þessu
Já, það ekkert gott þarna. Það sem að ég hef mest notað og er svona í raun að vera ekki að nota það sem er kallað að vera með þetta sem controlled input. Og þegar þau eru controlled þá erum við í raun að segja við ætlum að stjórna þeim öllu leyti. Ef þau eru uncontrolled þá erum við að leyfa þeim að vera bara eins og vafrinni með þau hérna. Þannig að þegar þau eru uncontrolled þá notum við bara stöðuna sem er hér, en lögum fyrir í að vera controlled og þá þurfum við að fara að segja hérna value og þá getum við haft title hérna og þá þurfum við að fara að halda utanum hvert einasta gildi eða object af gildum sem við ætlum að halda utanum. Þannig að við ætlum að vera með þetta bara að vera tómmistrengurinn, þetta ætlum að vera title og on change ætlum við að vera með hérna set title á valjúnu format svona og importa hérna. Ok, byrjum við punktur on change svo langt sem ég nota það maður input on change og finna típunar hérna ok þannig að þetta different types, ok providing a label, providing an initial value þannig að þá getum við sagt hérna default value þá er þetta ennþá svona uncontrolled svo er þetta hérna og þetta er í raun svona nýja leiðin eða þú veist, rétta leiðin þannig séð að nota formdata HTML, nei hérna bara staðlaða konstruktorinn til þess að ná í allt úr þessu og þá sjáum við hérna þetta er bara mjög keimlíkt því sem við viljum í raun vera að gera við erum að fara að senda þetta í eitthvað API en svo getum við hérna að fara í controlling an input with a state variable þannig þá er þetta hérna þá setjum við eitthvað ákveðið state og svo erum við með eitthvað ákveðið value sem að kemur úr stateinu og svo on change að þá uppfærum við stateið þannig ég var ekki langt frá þessu hvað er þetta það er réttara target.value þannig nú skrifa ég og í hvert eina skrifti sem ég skrifa eitthvað þá er að færa on change event sem við getum bara að segja með því að logga út hérna og set title nei, úps þannig að það er að gerast hérna og ég, þú veist, að það er þetta er controlled, er að ég stýri þessu þannig að ég get gert það sem ég vil þannig að ég get líka sagt bara að ég bæti þessu við en ég seti upprópunarmerki eftir hvert einasta sem ég skrifa og það þýðir þá líka til dæmis að ef ég vil að eitthvað gerist á sama tíma þá veit ég nákvæmlega hvað þetta gildi er þannig að ég get sagt hérna fyrir neðan já, þú ert að skrifa title það er strengurinn er núna title.length stafir þannig núna er allt í einu bara leið og ég fer að færi þetta yfir í þetta þá er allt í einu bara með þessa breytu og ég get bara gert nákvæmlega það sem ég vill við hvert einasta breytingu á henni þannig að þið sjáu þá kraftur í því að vera með þetta sem controlled er að ég get verið með bara eitthvað já, þetta er hámark 7 stafir bara leið og þú gerir 7. stafinn þá veit ég að þú getur ekki skrifað inn meira og þá getur sagt bara nákvæmlega í UI-inu að það sé strax eitthvað hei, þú ert komin upp í hámark eða ég get verið validate og ég get sagt leið og þetta er orðið að valid e-maili samkvæmt einhverju þá get ég sett grænt checkmark fyrir aftan þannig að þarna fæ ég leið til þess að bregðast við hverju einustu breytingu en á þeim kostnaði að ég þarf þá að segja ég er að stýra þessu öllu leyti
Þannig ég get, þú veist, það verður þá, ef ég ætla að submitta þessu, þá þarf ég í rauninni að vera með allar breyturnar hérna og senda þær, taka þær, sækja þær og setja þær inn. Þannig að þetta virkar kannski mjög fínt fyrir svona eitthvað, ég er með leitabox og ég er með autocomplete virkni og eitthvað svona, en ef ég er að gera eitthvað svona einfalt run of the mill form, þá virkar þetta ekki alveg jafn vel. Þannig að þetta eru svona þessar tvær leiðir til að vinna með form. Þannig að við getum verið með þetta svona og svo getum við verið bara með þetta const data er new form data .target. Akkur viltu þetta ekki vera? Og þetta er einmitt upplifun af því að vera með er að maður er alltaf að fletta upp docsunum af því að þetta er ekki intuitíft API, finnst mér. Form target, form data bara as any. Ég nenni ekki að laga þetta eins og af því að við höfum bara nokkrar mínútur eftir. Og þá get ég sagt hérna const title from form er form data.get title. Og þá get ég sagt hérna title from form title from state. Svona. Og nú er þetta upprópnumerki svolítið asnalegt. Svona. ASDF. Búið til frétt. Og þá sjáum við hérna title from form og title from state. Ok, frábært. En nú ætla ég að segja, ég ætla að bæta við intro líka. Það er að segja, þú veist, að því að allt það sem þarf fyrir fréttina. Div, label, intro, input type, text, name intro, svona. Og já, og svo const intro er form data get intro, ok, og svo intro svona. Þá fáum við bara hérna intro er þetta. Þá getur ég séð, ok, ef ég ætla núna að fara að vera með þetta hérna og vera með þetta fyrir 10 reyti sem ég er að fara að slá inn, þá verður þetta rosalega mikið af kóða til þess að vera með bara eitt einfalt form. Það er svona að þú veist, á meðan að þessi hérna er bara nóg. En ok, þannig að núna eins og við sjáum inn í docsunum hér er að body er form data, þannig að við getum sendt það áfram. Þannig að nú getum við búið til í API-lægin okkar hérna export async function create news item eða bara body, hvernig það bara eitthvað any, af því að við höfum ekki tíma fyrir þetta og þetta er bara promise af ég veit það ekki boolean, já þá ætlum við að segja nú er að fara að gera allt það sem við vorum að gera hérna nema við þurfum að geta sendt inn bodyið hér. Þannig að þá sjáum við hérna að það kemur sem body og eitthvað method. Þannig að við ætlum að bæta við hér og segja body er any og if body að þá verðum við með let options er bara svona, þá verður options method post body er hérna. Þannig að þá fáum við options hérna inn og þá ef við skoðum fetch að þá er það hérna request init a body object og svo er hérna method to set a request method. Þannig að þá ætlum við að setja post og bodyið. Ok, return fetch from API
news og það verður body const response console log response return false bara og þá ætla ég að ná þessu sem ég lofa ykkur að geta postað þessu og fengið einhverja villu frá API-num og þá ætla ég að segja const response er await create news item form data ok, svona og þá núna út af því að onSubmit er í raun asynchronous event því að þetta gerist bara þegar ég submit þessu einhvern tímann þá má ég alveg merkja þetta sem async og þá getur þetta verið hérna þá getur ég alveg aftur sagt hérna set state loading og þá getur ég sagt ég er að senda þér og svo kemur villa og þá þarf ég, ok, ég þarf einhvern veginn þá að vita hvernig ég fekk villu gögnin og þá getur það bara verið, ég sendi allan hlutin sem kemur tilbaka og þá þarf ég bara að pikka út úr honum og sjá, eru validation villur, já, ok, hvernig ætla ég að representa þær í UI-nu en núna ef að byrju nú við svona, nú er þetta löglegt en siðlaust localhost news já, ég náttúrulega drap API serverinn hana í svona nei svona og ok, titill ASDF svona response failed 400 bad request ok, þá getum við farið í network tabin hér fundi hérna post, við postum ég get farið í request og það er hérna eitthvað title og intro og response invalid input fyrir title expected string received undefined ok, hvað er að hérna við erum að senda hérna multipart form data en við vorum að gera ráð fyrir að senda JSON þannig að við þurfum í raun, getum ekki gert þetta eins og er hérna að senda þetta svona heldur þurfum við að senda eitthvað body og þá verður body er title intro og þá reynum við aftur bad request request object ok ekki alveg rétt út af því að þetta er hérna, þannig að við þurfum að fara hér og einhverjum tímapunkti þarf body nefnilega að vera JSON stringify af body af því að þarna verðum við bara að taka object úr JavaScript og senda beint yfir þá er kallaði toString á objectinum og toString á bara einhverjum object er alltaf object þannig að við þurfum að stringify hann yfir í JSON áður en við sendum hann áfram þannig að núna, vonandi, ef ég gerir þetta aftur þá fæ ég rétt seifa þá fæ ég rétt asinn ég sendi núna JSON og response er núna ok, title, expected string intro, reset, undefined ok já, nú þurfum ég bara að debugga þetta eitthvað frekar en ég ætla að leyfa ykkur að díla við það núna, næstu vikuna ég byrst forláts fyrir að vera að halda ykkur hérna nokkrum myndum lengur en ég tjekka þetta núna og senda ykkur þetta á eftir og þið skoðu hvernig form eru og þetta fylgir í sama pattinu við erum komin, þetta er eiginlega alveg að vera komið hann að geta sendt þetta þannig að það er bara nokkuð skrifið viðbót það eru dæmatímar í næstu viku og fyrirlestur þannig að ef þið lendið í vandræðum þá getið þið fengið aðstoð í næstu viku áður en þið þurfa að skila á 5. daginn í næstu viku Takk í dag